verkefni 8 snýst þá að búa til viðmót ofan á leikinn sem við byggum til í verkefni 7 og það sem við erum í raun að æfa núna í raun þetta skipta JavaScript forritun okkar upp í einingar og vinna með einingar, forrita á móti dominu og útbúa forrit sem með einhverja stöðu, sem hver staðan á leiknum okkar og uppfæra viðmótið í samræmi við þessa stöðu. Þannig að það sem gefið í raun uppsetningin með package.json sem með browsing, þannig þið ættu í raun bara þurfa að sækja þetta verkefni, keyra npm install, keyra npm run dev og þið getur byrjað að vinna í því. Það index.html með leiðbeiningum leikinn og tengingu við main.js sem einingu, sem með type module. Það allir stílar í style CSS og síðan grunnur að forriti í main.js, libui.js og libhelpers.js. Og það eru JS-doc, athugasemdir og tillögur og útfærslum. Þið megið þetta bara smíða ykkur eigið eða þið viljið gera eitthvað allt annað en það þarf sem að nota einingar og fylgja þessum reglum sem eru skilgreindar í forritinu. Þannig að hér bara áframhald af þessu, sami leikur svo sem bara með viðmóti og viðmótið bæði gefið hérna í þessari fyrirmynd eða líka bara hérna þar sem ég ætla að spila leikinn og þá byrja ég á því að velja mér hérna einhvern fjölda af sem ég ætla að fela undir og ég ætla að setja inn eitthvað bull og þá nota ég hérna input type number, þannig að ég verði að skila tölu en ég get maður bara skila einhverju ógildri tölu og þá fæ ég villu og hérna, þannig að þetta verður að vera á gildinu bilinu 2 til 10 þannig að ég fer hérna Nei, það ekkert try catch í þessu. Það þarf ekki og við höfum aðeins eftir að sjá það í næsta tíma hvernig við notum try catch svona til þess að eiga við í raun utanaðkomandi. Þegar hérna erum við að búa til leik sem við stýrum öllu leyti, þá þurfum við í raun ekkert að nota try catch þó að það væri hægt að útfæra leikinn með því, en ég mæli ekki með því. Þannig að þarna erum við í raun bara að gildið úr þessu inputi tala, já, og tala nú réttu bili, þá byrjum við leikinn, annars byrjum við ekki leikinn og birtum þessi villuskilaboð. Þannig núna ég með rétta tölu, þá fel ég þessa villuskilaboðið og byrti hérna 5 bolla. Og núna þarf ég að giska, ég fann bollan. Og þarna 1 sekúndu eftir að klára leikinn, þá kom hérna hreinsaðist og staðan fór aftur á byrjunastöðu. Nú kem ég aftur, ég fann hann ekki. Og hérna uppfærist staðan, þannig ég með 4 stig, ég með 2 spilaða leiki. Ég spila fleiri leiki, ef ég smelli tvisvar mjög hratt, þá ýtti ég aftur og þá byrjaði hann bara nýjan leik, þar að segja leikurinn var búinn og ég reyndi að velja annan bolla og þá bara fór hann aftur á byrjunarrit. Þannig fann ég aftur, þannig nú komið 8 stig og 4 spilaða leiki, svo get ég farið upp í 10 og þá verður þetta meiri heppni og svo framvegis og ég get haldið áfram. Ég get jafnvel byrjað hérna en sagt þetta er alltaf mikið fyrir mig. Ég ætla að fara niður bara svona og þá bara byrja nýr leikur. Já, þetta er verkefni 8.